Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl. Það mikið búið að ræða veiðigjöldin og sem að ríkisstjórnin virðist vera ákveðin að leggja á. Til mín kominn Ásgeir Daníelsson. Þú hérna svolítið lítillátur og kallaði bara eftirlaunaþega. En þú náttúrulega mikla reynslu af reikningum. Já, ég náttúrulega enda starfaði í Seðlabankanum þangað til í lok árs 2021 en reynsla mín sem að við kemur skrifum sjávarútvegsmál og hugsanlega veiðigjöld að það þegar ég var á Þjóðastofnun en í 13 ár þar var ég á kafi í reikningum sjávarútvegsfyrirtækja og framleiðslu þeirra og verðþróuninni og Herðu, en sko, núna það náttúrulega veiðigjöldin sem eru kannski stærsta pólitíska máli sem eru uppi í dag. En þar hérna, þú finnur í mér þetta að framsetningu SFS. Til dæmis, þú byrjar grein sem þú skrifaðir sumt í frásögn fulltrúa SFS í umræðinni veiðigjaldafrumvarpið ekki alveg í anda þeirra hófstiltu og málefnalega umræði sem þau auglýsa eftir. Þannig verið að pota í Daða Má. Kristoffersson, fjármálaráðherra. Þau það ekki? Ég reyndar, mér fannst ýmislegt af því sem að fulltrúar SFS hafa gert og framkvæmdastjórinn kannski sérstaklega einkennast af svolítið miklum ákafa. Þetta svolítið mikið keppnisfólk og kappsamt en mér fannst svona Daði Már fjármála og efnahagsráðherra hefur sagt að hann hefur ekki þá skoðun sem hann hafði fyrir meira en áratug þegar hann skrifaði grein eða skýrslu sem að Heiðrún Lind á þeim tíma var mjög ánægð með og rósaði sérstaklega í grein sem að birtist fyrir 5 árum síðan og ég á sínum tíma gagnrýndi þá grein og Daði Már bara svaraði því til að þessi skýrsla hefði verið mjög slæm eða man ekki hvað orðan notaði og mér fannst það þegar að framkvæmdastjórinn notaði það orðalag að Daði hefði átt að standa við fyrri skoðanir sínar og það væri þá dæmi það að hann væri samkvæmur sjálfum sér sem hann væri kostur og nú ef maðurinn búinn að breyta skoðuna þá það varla kostur að vera standa með skoðun sem að hann hættur að trúa að sér rétt. Verður ekki eins og tréhestur bara? Já, það væri svolítið þannig sko. Og ég svona byrja á því að vísa í þá umræðu og síðan hennar svona meginatriði af því sem að ég vildi koma fram með í greininni voru svona hlutir sem að mér fannst að vanta í umræðuna. Bæði varðandi mismuninn og afkomu sjávarútvegs sem að búin að vera betri heldur en hjá öðrum greinum. En kannski ekki samsvarandi mikið betri eins og kannski auðlindarentan svo kallaða ætti að gefa tilefni til. Það gildir jú ef þú ert með grein þar sem að meira arðsemi heldur en annars staðar og þú lokar fyrir það að aðilar utan greinarinnar komist inn að þá fær aðgangurinn sem að þá kvótinn, hann fær verðmæti og fær verð ef það hægt að kaupa og selja aðgangsheimildirnar og mér fannst það svolítið gleymast í umræðunni. Ég meina við gætum verið með heilmikla auðlindarentu jafnvel þótt það væri sama arðsemin þegar þeir þurfa að bera kostnaðinn af
kvóta kaupum til viðbótar við annan kostnað í útgerðinni. Og þetta ásamt því að fara síðan yfir það hvað líklegt væri út frá efnahagsreikningum fyrirtækjana að umfangið á þessum kvótakaupum þeirra væri, hvað mikið af eignum þeirra væri kvóti. Að það væri líka hlutir sem að hefðu vantað inn í þessa umræðu. Svo ég svo sem ekkert sérstaklega að finna eitt svar við því hvort að þessi veiðigjaldahækkun rétt eða réttmæt eða eitthvað slíkt sko. Og ef út í það farið þá hefði ég vilja fara aðra, myndi ég, ef ég einhverju, fara aðra leið varðandi það að finna hvernig mismunandi tegundir væru skattlagðar sko. Og sérstaklega held ég það að það sé rétt svo gagnrýni sem að hefur komið sérstaklega fram varðandi það að nota makrílverð frá Noregi. Það kannski var í lagi fyrir nokkrum árum síðan þegar makríllinn var hér í höfnum landsins sko. En núna þegar að útgerðirnar þurfa að sækja þetta upp í einhvern smá hólu einhvers staðar lengst norður frá og koma með nokkra daga gamla makríl í vinnslu, að þá ekki skynsamlegt að nota verð frá Noregi sko. Þannig að ég ekkert að segja það að veiðigjaldafrumvarp ríkisstjórnarinnar sé að öllu leyti réttmætt, það ekki þannig. Nei. En ég hins vegar að gagnrýna framgöngu SFS í þessu máli. Já. En hvað finnst þér? Sko, þú segir til dæmis að þú ert að bera saman arðsemi útgerðarinnar með önnur fyrirtæki. Eða aðra atvinnustarfsemi. Og stendur útgerðin þar framar? Þetta... Já, þú tekur eins og ég gerir þarna og það kannski þægilegast að gera það að þú tekur hagnað fyrirtækjana. Það eru reyndar margs konar mælingar á hagnaði, hagnaður fyrir afskriftir og fjármálskostnað sem kannski hlutlausari heldur en þegar þú ert búin að draga frá afskriftirnar sem eru svolítið óvíst tala sko. Og líka fjármagnskostnaðurinn, ég meina, hann kannski enginn hjá fyrirtæki sem skuldlaust en einn hellingur hjá fyrirtæki sem nýbyrjað og skuldsettur byrjaður. Þannig að það eru rök fyrir því að vera frekar með það sem heitir verkhlutdeild fjármagns eða EBITDA. En það alveg sama, þú veljir eitthvað annað viðmið að hagnaðurinn eins og hann í töflum á heimasíðu Hagstofunnar mun meiri hjá sjávarútvegsfyrirtækjum sem hlutfall af tekjum heldur en hjá afganginum af því sem að Hagstofan kallar viðskiptahagkerfið, reyndar án fjármála og tryggingastarfsemi. Já, þetta segir okkur, sko, það ekki, að útgerðin ætti að vera fær að borga meira eins og ríkisstjórnin ætlarinn að gera. Umfram önnur fyrirtæki, aðra starfsemi í landinu, hagnaði meiri. Já, sko, hún náttúrulega að borga. Já. Og ef ég skil þetta rétt þá menn að tala einhverja 10 milljarða sem að myndu þá hugsanlega fara upp í 20 milljarða og nú ef að þú tekur að vísu útgerðina sérstaklega að þá hagnaðurinn hjá henni, já, það fer eftir hvað þú miðar við en á einu stað kannski 24 milljarðar þarna
23 sem eru síðustu tölunar og þá eru náttúrulega 10 milljarðar í viðbót sko, það að taka helmingin af þeim hagnaði sko. Nú ef þú tekur vinnsluna með og þá ertu náttúrulega með stóru fyrirtækin að þau eru að með veiðar og vinnslu saman og ef þú notar þessi rögg sem sjómenn hafa notað lengi og ríkisstjórnin að gera þarna það að milli vellagningin og milli veið og vinslu sé kannski ekki alveg rétt. Þá ættir að taka hagnað bæði veið og vinslu og þá ertu komið yfir 70 milljarða. Þá náttúrulega 10 milljarðar í viðbót ekkert stór biti sko. En að hversu miklu leyti það öðrulega leyti réttmætt. Og eins og ég segi, ég held að þessi æfing þeirra með makrílinn til dæmis sko, gefi ekki leiðréttingu sko, þó að það kannski gefi það sem fyrir sem sagt, sérstaklega þorskin og ísuna sko. Nú svo finnst mér alltaf rosalega nærtækt við erum með verð á sæmilega virkumarkaði fyrir aflamark og það svona einhvers konar endurspeglun á því sem að einhvers konar jaðarhagnaður. Þetta er svakalega hátt verð en það hlýtur að vera að hugsa þannig og sem sagt að fyrir þorsk, aflamark fyrir þorsk, hvert kíló af veitum þorski sko, að aflamarki fyrir hann verðlagt og það einhverjir tæpir 500 krónur á slegt kíló. Ísan sem sagt ákveðið mikið og ef menn ætluðu sér að fá hlutföllin hvernig ætti að skattleggja þorskin versus ísuna og svo ufsan og svo framvegis að þá ættum menn að taka hlutföllin í verðin og aflamarkinu frekar heldur en að vera að gera þessar reiknihæfingar sem að menn að gera með reyndar eldri gögn líka sem sagt að vera með reikninga fyrirtækja sem að verða þá 2 ára gamlir sko þegar þeir eru fannir að taka gildi og reikna sig gegnum það að fara í gegnum alla reikningana sko samsetningan á aflanum og skipta tekjunum kostnaðinum segja niður eins og tekjurnar og niður á þessar fisktegundir og finna síðan út meðal afkomuna svoleiðis reiknaða fyrir hverja einustu tegund. Það bæði fyrirhöfn og aðferð sem að gefur verri niðurstöðu heldur en sem segja. Horfa bara á hlutfallið á aflamarksverðinu eins og það á mörkum og skráð hjá Fiskistofu. Já, en það hérna sko býðum aðeins með það. Má ég spyrja þig hérna, hvað finnst þér í þínum útreikningum með hérna bara hæfi og möguleika útgerðarna til að borga meira? Þegar þú tekur saman hagnað, útgerðar og vinslu, þá samanlagður hagnað verulega mikill, ekki? Jú, rúmlega 70 milljarðar. Já. Þannig að einhverju 10 milljarðar þar í viðbót ekki að setja heildina á höfuðið. Nei. En þetta mest, sko, stærstu fyrirtækin eru með þetta. Þeir eru með vinslu og veiðar, bara Breim, Samherji, Síldarvinnslan, Vestmannaeyja fyrirtækin, til dæmis. Að þetta nú kannski burðarásarnir í þessi fyrirtæki og þannig að það kannski hæfir þeim ekki svo mikið að barma sér. Nei, það náttúrulega búmannlegt að barma sér. Sko. Nei. Þannig að auðvitað gera þau það en og svo eru sjálfsagt einhverjir sem að standa tæpar sko. Ég myndi reyndar halda það að ef að menn að velta fyrir sér aðgerðum með hliðsjón af byggða málum og öðru slíku sko
að þá sé ekki leiðin svo endilega að gefa afslætt á veiðigjöldum og sem sagt, styrkja í raun sjávarútveg á einstakar stöðum. Sjávarútvegurinn er grein sem er búin að vera svona stöðnuð undanfarin ár og hagvöxtur á Íslandi hefur falist í öðru og mun felast í öðru heldur en sjávarútvegi. Þannig að það er mikið nær að styðja við aðrar greinar á svæðum sem að standa veikt heldur en akkurat sjávarútveginn. Já, ertu með eitthvað í huga? Hvaða greinar sko, ég meina náttúrulega ferðaþjónustan er hvað umfang varðar svo grein sem að hefur tekið mest yfir sko. En ef við tökum bara þessar tölur þarna Hagstofunnar tekjur eftir atvinnugreinum að þá eru þeir með tölur upp á það að það hafi minnkað tekjur sjávarútvegsfyrirtækja meðan að tekjur fyrirtækja í heild er að vaksa eitthvað tæplega 25% á árunum frá 2014 til 2023, það er að segja á 10 ára tímabili eða 9 ára. Og ég held að sko, þú færð ekki allt aðra niðurstöðu í náinni framtíð sko. Sjávarútvegurinn hefur jú einhverja möguleikar sko og þeir eru nú reyndar að eigna sér alls konar hluti eins og Keresis sem náttúrulega nýtir roðið en er nú kannski ekkert beinlínis sprottið upp úr sjávarútvegi samt. Nei, ekki hefðbundnum allavega. Nei, og auðvitað hefur Marilega einhverju leyti notið þess að vera nálægt sjávarútveginum og svo framvegis en ef þú tekur til dæmis Össur sem dæmi sko, ég menna þá var það náttúrulega bara einn einstaklingur sem hafði hugmyndir og það hlutinni gengu upp hjá. Ég held að þannig hafa nú verið með Keresis líka út í það farið. Já. En þeir tegja sér samtakar. En það er, þú birtir graf í þessu, það sem er að tala um ebituna, frá 2003 til 2023. Og þar er sko sjávarútvegur og svo viðskiptahagkerfi án sjávarútvegs. Og þannig er alveg greinilegu munur. Það er bara eiginlega alltaf svipaði munur sem að sjávarútvegurinn er yfir hinu. Já. Og það er alveg sama hvort þú tekur þetta eða tekur hagnað fyrir skatt sem hlutfall tekjum að þar er meðaltali fyrir þetta tímabil sem ég er með þarna frá 2002 til 2023 að þá er hagnaðin fyrir sjávarútveginn 11% en 5,5% fyrir aðra parta af viðskiptahagkerfinu. Þannig að þetta er klárlega betra í afkomulega séð partur af íslensku efnahagslífi sko. Og það jafnvel þótt að þeir séu með þó nokkuð mikið að kvóta á sínum efnahagsreikningi sem að þeir kannski þyrftu að fjármagna með einhverjum hætti. En allavega part af því. En það sem að síðan kannski hefur farið, ef við víkjum kannski aðeins að því að ég er svona að hluta til að bregðast við því sem að mér hefur fundist vera svona svolítið rangur áróður hjá SFS og það er þessi áhersla þeirra á tengslin á milli arðseminnar og fjárfestinga. Og ef að maður hugsa bara sjávarútveginn sem þá svona stöðnuðu grein sem að það er, þeir eru að vísu að koma með fullt af flotti tækni og eitthvað svona. Það er samt stöðnuðu grein? Já, framleiðslu magnið er nokkuð staðað, og það eru náttúrulega fiskistofnarnir sem að hluti til setja takmörk þar á. Nú sumt sem að
var kannski ekki stórt hér fyrir fáum árum en alveg sem skipti máli eins og humarveiðar, ég menna það er engar hörpudiskurinn lítill, nákvæmlega af hverju það ég veit það ekki. Nú þorskurinn, hann er náttúrulega ekki farið eins illa eins og þorskurinn við Kanada. Nei. Og kannski bjargaði það okkur á sínum tíma að þorskurinn í Kanada fór jafn illa eins og hann fór. Því að ef að sumar hugmyndir manna sem sagt það að standa gegn þeim samdrætti í veiðum sem að var þarna upp úr 1990 hefðu gengið eftir að þá ég ekkert viss það að við værum kannski betri stöðu varandi þorskinn heldur en Kanadamenn. En allavega þarna þá fannst mér ástæða til þess að skoða samhengi þarna á milli annars vegar fjárfestinga og hins vegar hagnaður. Og það var alltaf grein eftir hagfræðing SFS á heimasíðu SFS. Já, sem vitnar svolítið til. Þú las greinilega greinin hennar. Já, og það er ýmislegt ágætt, en hún er þarna með Sóluritt, þar sem hún tekur sem sagt fjárfestingu sem hlutfall af hagnaði fyrir skatt. Og það kemur út sem einhver 64 eða 5% hjá hennar meðaltali yfir tímabil frá 2014 til 2023. Og mér fannst ástæða til þess að reyna að gera þetta með einhverjum hætti fyrir önnur fyrirtæki og búa til eitthvað sem að veri sambærilegt, því að bara horfa á þetta fyrir sjávarútveginn, kannski sagði mann ekkert mikið það hvort það væri mikið eða lítið. Og ég þurfti reyndar að áætla, en ég held ég geri það bara skynsamlega, fjárfestinguna annars vegar í sjávarútveginum og hins vegar í viðskiptakerfinu, hagkerfinu án sjávarútvegs, og þess að nota þarna töflur á heimasíðu Hagstofunnar og deili síðan uppi með hagnaði fyrir skattsegi og reyndar í sömu töflu og fæ þá út tæplega 40%. Hagfræðingur SFS er með aðra tölur fjárfestingu sem sennilega kannski skilt þeim sem að ég er með, og hún er með líka aðra tölu fyrir hagnað. Þetta er svolítið ruglandi að það er annars vegar rekstrarpartur af heimasíðu Hagstofunnar, þar sem eru þá rekstur og efnahagur fyrirtækja yfir all fyrirtæki, og svo er líka sjávarútvegspartur þar sem eru sérstaklega fyrirtækin tekin og tekin með mismunandi hætti, þannig að þú getur fengið sem sagt 3 mismunandi tölur hagnað fyrir skatt, fyrir sjávarútveginn. Og getur þá bara útgerðin valið? Nei, útgerði, bara hver sem er, þú eða ég eða hagfræðingur SFS, og það er ekkert kannski eitt sem er absolutt rétt. En allavega í þessari reikniæfingu minni sem að gengur þá út að reyna að búa til samanburð, að þá prófaði ég að deila með þessum sömu hagnaðatölum eins og hagfræðingur SFS er með, sem er þá hagnaður eftir afskriftir og fjármagnsgjöld hjá sjávarútvegsfyrirtækjum, og þá er enda búið að hreinsa út aðra starfsemi sjávarútvegsfyrirtækjana heldur en nákvæmlega bara það sem snýr að sjávarútveginum. En ef ég nota þá hagnaðatölu
að þá fæ ég út meðaltal fyrir þessi ár 2014 til 2023 sem nokkurn veginn nákvæmlega það sama eins og hagfræðingu SFS fær. Já. Þannig að það einhver mikil skilleiki á milli þessa. En það sem ég fæ þá til viðbútar það að ég fæ líka tölur fyrir önnur fyrirtæki. Af því að ég með þessa stóru töflu Hagstofunnar rekstur og efnahag fyrirtækja, bæði sjávarútvegsfyrirtækja og síðan fullt af öðrum fyrirtækjum og ég tek bara þá heildina mínu sjávarútvegsfyrirtækin. Já, herðu Ásgeir, má ég aðeins stoppa þig hér, sko, að fyrir mig svona sem leikmanninn, sko, þá ég minni úr þess að fyrir einhverjum árum síðan að þá voru fiskvinnslu stöðar bara áttu mjög erfitt uppdráttar og ég fór sem blaðamaður til þess að Bíldudal þegar frystihúsið þar fór á höfuðið og svona þetta að rekja þetta víðar en núna, eða sko fiskvinnslan þá væri bölvuðu ströggli en núna þegar þetta komið eina hendi að þá snýst dæmi við þá hagnaður vinslunar meiri heldur en útgerðarinnar. Það ekki? Já. En allavega kannski leiðum mér að klára aðeins hitt sko því að sagt, með því að vera komið með tölurna fyrir fjárfestingu annars vegar og hagnað fyrir skatt hins vegar hjá sjávarútvegsfyrirtækjum og hjá viðskiptahagkerfinu mínus sjávarútveginn og sagt, fá þessi hlutfall hvað fjárfestingarnar væri í hlutfalli við hagnaðinn fyrir skatt hjá þessum tveimur aðilum og þá náttúrulega ef að fjárfestingin væri svona mikil í sjávarútveginum og þá ætti þetta hlutfall að vera sérstaklega hátt þar en það kemur í ljósa meðan að ef við horfum á brúttó-fjárfestinguna fjárfestingu fyrir afskriftir að þá erum við með hlutfall upp á 120% fyrir viðskiptahagkerfið annað en sjávarútveg meðan að við erum með þú ert kannski með töluna fyrir fram að eitthvað kringum 50% fyrir sjávarútveginn sko þannig að og svo ef þú ferð í hreina fjárfestingu að þá hrein fjárfesting í sjávarútvegi komin niður fyrir 30%, einhvers staðar á milli 20 og 30. En í restina kerfinu að þá var hún yfir 40%, þannig að og það stemmir líka bara við það sem við vitum það að það ekkert mikill vöxtur í sjávarútvegi og að nokkur leyti þá hefur fjármagn sem á uppruna sinn í sjávarútvegi verið að leita í aðrar greinar og þess vegna jafnvel út fyrir landsteinana og þannig. Og varðandi síðan fiskvinnsluna sko það náttúrulega fullt af ástæðum fyrir því að sjávarútvegur á einstaka stöðum og Bíldudalur sem að núna reyndar að rísa við upp gegnum lagseldið að hann einn af þessum stöðum sem að lendi í miklum erfiðleikum vegna þess að fiskvinnslan gekk ekki upp og þegar þú ert með grein eins og sjávarútveginn þar sem að þú ert með endanleg umfang af hráefninu eða fiskistofnum og þá spurningin bara það sagt, hvernig aðlagarðu kerfið og dreifinguna á því magni af fiskafurðum sem að hægt að vinna úr þessu niður á landið og þú gætir hugsaðir að þetta legðist sagt, jafnt á alla með einhverjum hætti það sennilega ekki hagkvæm leið og það sko við erum að tala ef við tekum bara þessi ár frá 2014 til 2023 að þá fækkar störfum í sjávarútvegi
meðtælir endar fiskkeldið 20%, meðan að störfum í landinu í heild að fjölga 25%. Nú þessi 20% fækkun að hún mun gera mikil vandamál hjá einstaka byggðarlagi, kannski vera minna vandamál á öðrum, en ég held samt að útkoman út úr þess að verði alltaf það að það verða sum byggðarlög sem að sérhæfa sig í fiskveiðum og vinnslu og önnur þar sem að það koðna meira niður. Kannski kemur að því að það kemur eitthvað nýtt eins og fiskeldi á Bíldudal. Tökum minn gamla heimabæ Húsavík, sko, hann á sama hátt, en þar kannski ekkert mikið fiskeldi, en það eru reyndar erfiðleikar núna út af PCC. Jú, heldur. En þar hefur ferðamanna iðnaðurinn komið inn. Já, mjög. Stórt og bjarga því sem að bjarga varð. Já. En ég held það að það hefði með öflugan sjávarútvegsbæ eins og Akureyri og Dalvík þarna við hliðina, þá væri mjög erfitt fyrir Húsavík að það byrja aftur með fiskveiðisamlagi. Já. Ég landaði þegar ég var á togara á Akureyri, þá komum við stundum til Húsavíkur og lönduðum þar. Fiskveiðisamlag Húsavíkur. Já, það var það eru 2 togarar, Kolbensey og Júlíus Hafstein. Já. En húsvíkingar er ekki á rækjuna? Jú, einhver tímabili rækja Öxarfirði. En hvort að það var ekki einhver leiti þegar að menn voru svo margir að leita einhvern öðru heldur en þorskinum og svo náttúrulega gekk það bara mjög vel í smá tíma, en svo rækjan einn af þessum náttúrulega stærri heldur en bæði humarinn og hörputuskurinn sem við nefndum hérna áðan, sko, á tímabili. Já. En sko, svona, ég að skilja þig rétt að sko staða sjávarútvegsins í heild góð? Já, það ekki? Jú, og þessi grein sem var undirstaða sveiflna í íslensku hagkerfi búin að vera bara mjög stöðug í mjög langan tíma. Og þar það örugglega kvótakerfið að verulegu leyti sem því að þakka, og þá alveg frá því að menn fylgja ráðgjöf Hafró og sveiflurnar í fiskistofnunum hafa ekki verið á borði þar sem það einu sinni voru. Nei. Og loðnan hafi ekki gefið sig ár og ekki fyrir á. En sko, þetta lokaður atvinnuvegur. Að því að það kvóti, sko, menn þurfa, sko, það ekki verið neitt að kaupa sér kannski 1000 tonna kvóta. Það bara, eða 500 eða 1000 tonna kvóta, það til að byrja einhver útgerð. Bara kostar mikið, og þess vegna þetta svolítið lokaður atvinnuvegur. Og þá var líka spurningin hver fær, sko, ákvörðunarsölunni með fyrstu grein lag stjórn fiskveiðar. En sko, ég skil þetta þannig að þeir útgerðin, hún getur stýrt í á hvað verði hún selur sjálfum sér fiskinn. Já, hún náttúrulega ekki sjálfdæmi það, því að, sko, ég held að náttúrulega einu sinni, þú kannski manst eftir því, þegar það var miðstýrt verðlagsráðsverð fyrir á öllum fiski, sko. Já. En og sko, við erum alltaf búin að vera með þetta kerfi að það eru veiðar og vinnsla á sömu hendi að verulegu leyti. Við höfum ekki farið leið normanna sem að vegna þess að sko, þeir vildu koma í veg fyrir það að það mynduðust svona
fyrirtæki þar sem að veiðar og vinnsla væri á sama stað og þeir bara bönnuðu það. Þannig, og ég held að það sé aðalatriðum í dag þannig. Og þar með þegar afli fer frá skipi til vinnslu að þá það alltaf selt kannski ekki endilega gegn fiskmarkað sko, heldur bara að útgerðin sjálfstætt fyrirtæki og svo vinnslan sjálfstætt fyrirtæki og þau semja bara verð sín á milli. Ég veit ekki með að komu sjómanna í því tilfelli sko. En útgerðinni að selja fiskinn á hæsta verið sem býst. Þetta var allan að kjarasamningu sjómanna, það kannski enn. En sko... En ég held að sko hér núna að þá sé sem sagt ég hef svo sem ekkert sko sé nákvæmlega hvernig Samherji gerir þetta eða hvernig Brim gerir þetta og svo framvegis en það eru örugglega einhverjir samningar á milli áhafna þessara fyrirtækja og fyrirtækjana það hvernig þetta verð ákveðið sko. Og ég reikna með því að það sé gert með einhverju hliðsjón af verði á fiskmarkaði en samt sem sagt verð í beinum viðskiptum það að segja það að meðaltalja lægra heldur en það sem að fer á fiskmarkað og þrátt fyrir það að allavega þú færð ekki forsvarsmenn Brims eða Samherja til þess að viðurkenna það að aflinn sé lélegri á þeirra skipum þó að verði sé aðeins lægra. Já, það nú sko það kom nú bara fram í posti sem að Sigurjón Þórðarsson þingmaður sendi mér. Hann sem sagt þar hlutan þá búinn að selja þennan bátinn sem var svona í umræðinni fyrr sko að því hann var formaður atvinnuveganefndar og átti hlut hann og konan áttu sama bát held ég. En sko hvað ætlaði ég nú að segja? Það er ekki vonað ég ætla að fletta hérna þess en það eru sko í þessu eru nú ætla að segja, sko, í einna umsögnum SFS út af öllu þessu máli klásúla. Það sem að þau segja að það sé erfitt fyrir þá, eða stórútgerðina, að keppa við dagróðrabátana því þeir séu einhverjum sérlagi með togara eða út af línuveiðara sem að eru nokkar dag á sjó. Vegna þess að dagróðrabátarnir, þeir koma alltaf með spriklandi aflan í land, en það gerir hinir alls ekki. Nú þekki ég hvort ekki, ég var á togara og þá var bara til síðs að við vorum út í 14 daga á Ísfisktogara. Og þannig að við komum með, elsti fiskur sem við komum með á landi var 2 vikna gamall. Reyndar vel hann hugsað, vel ísað og það allt saman. En þeir segja einu stað sko, í umsögn sinni þetta frumvarp að þarna sé munur á að þeir sem koma með sko, aflana kvöldi sem fiskuð á mótni. Sko. Já. En ég bara mér setja sko svo góðu punktur í þessu að menn verða að skoða líka. En það ein af röksendunum sem eru notuð gegn strandveiðunum það að þetta sé lélegri afli sem að komi að landi. Og ég ekki dóm bara það sko. Nei. Ég bara les Ég hef sagt áður það sem menn að segja og passa mig á því að vera helst ekki að tala mikið það sem ég veit ekki. Nei, það öðru sem við vinnum við að tala. Nei, það sagði mér útgerðarmaður að áður fyrr þá var hausinn á þorskinum 13% auktinni en er komin upp í 16. Þeir eru grannir, flökin eru þunn að fiskunum fær ekki ná að éta eitthvað, éta ekki. En herri, þú ert nú ekki að tala þetta í þinni grein, sko. En þú telur líka sko, fyrirtæki A selur fyrirtæki B aflahlutdeild í þorski fyrir 100 milljónir króna og kaupir aflahlutdeild
fyrir ísu fyrir jafnháa fjárhæð og þessar aflahlutdeildir hafi ekki verið skráðar í efnahagsreikning fyrirtækina áður hækka bókfæraeignir þeirra á eigið fé 200 milljónir króna þrátt fyrir að raun hafi ekkert breyst í efnahag þeirra. Já. Þá... Það út af þessari reglu sem að hljóðar upp á það. Þeir eiga ekki að bókfæra þær aflahlutdeildir sem þeir ráða yfir en hafa ekki keypt. Hér einu sinni gamla daga. Eins og upphafskvótan, sem sagt. Eins og upphafskvótan. Já, eða þannig. Menn fengu aflahlutdeildir á skip sín þarna einhvern tímann 84 til 90 og 91 þá búið að festa þetta þannig að þú áttir 0,00 eitthvað prósent af því sem að útluta var í þorski og samsvarandi ísu og svo framvegis og þú áttir í byrjun ekki að eggfæra þetta. Það var hann tímabil að vísu þetta það var ekki heimilt að selja aflahlutdeildir og þær voru festar eins og það var alltaf verið við skip og þá var hægt náttúrulega að selja aflahlutdeildir með því að selja skipið og svo gast búið til fléttu þar sem að þú seldir skip til einhverja sem var svo fluttu að aflahlutdeildina yfir á annað skip og svo var skipið selt tilbaka þannig gastu átt viðskipti með aflahlutdeildir sér þó að það væri formlega sér bannað í lögunum. Nú, svo náttúrulega eftir að það farið að versla með aflahlutdeildir þá kaupa menn aflahlutdeildir að einhverju marki. Það reyndar ekki mikið það að menn sé að kaupa mikið nettó aflahlutdeildir. Heldur kaupa menn í einni tegund og selja í annarri tegund og svo framvegis. En leið og þetta sem sagt keypt og selt þá þarf að tilkynna þetta í Fiskistofu og það þarf að tilkynna á hvaða verði þetta og þá þetta skráð og menn eiga skráð þetta í efnahagsreikning. Og nú upphaflega þá náttúrulega allt sem selt að það eitthvað sem ekki var skráð áður og nú svo fer þetta að vera meira og blandað að eitthvað selt. Þannig ég veit svo sem ekki nákvæmlega ef þú átti þorsk upp á 100 tonn og í aflahlutdeild á einhverju ári að svo selur 10 tonn af því og svo kemur næst, ég meina varstu þá að selja næst nei, ég ætla nú að hafa hins eins þú keyptir og sem sagt 10 tonnin og þegar þú svo seldir, ertu þá að selja það sem þú keyptir áður eða það sem þú fékkst úthluta án þess að hafa keypta. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig það en reglurnar voru þetta, þú áttir að bókfæra í efnahagsreikningi hjá þér það sem þú hefði keypt og það hefur en ekki úthlutunina. Já, ekki það sem upphaflega og ég hefði, ég held að enginn hafi búið eiginlega til, ég meina það náttúrulega hægt með því að skoða fyrir hvert einstakt fyrirtæki hvernig staðan hvort að þeir eru búnir að bókfæra í efnahagsreikningi allar þær aflahlutdeildir sem þeir eru með eða bara part af þeim og hversu stóran part. Það hægt að afla þessar upplýsinga og það væri óneitanlega fróðlegt ef að einhver sem með aðstöðu og getur tilmyndi svona bara þessu saman og þá getum við vita það, ég meina á efnahagsreikningum sjávarútvegsins samkvæmt Hagstofunni að þá rúmlega 400 milljarða króna óefnislegar eignir sem sem sagt, mjög hátt hlutfall og stærsti parturinn af því kvóti og aflahlutdeildir
og það væri, mér finnst sennilegt að það sé allavega að komi stór partur. Svo ég sé að skilja þér rétt, það að tala að þetta sé þessi 400 milljarðar séu frá upphaflegri úthlutun? Nei, sem hafa farið í viðskiptum á milli. Þeir eru búnir að fara í gegnum þetta kerfi því að þeir mega ekki skrá það sem þeir fengu upphaflega úthlutað nema að það hefur farið í gegnum, mega bara skrá það sem hefur farið í gegnum kaup og sölu. Og náttúrulega þessi 406 milljarðar eða hvað sem þetta nákvæmlega, að þeir eru náttúrulega keyptir á mjög mismunandi verði og þetta verð hefur verið að hækka yfir tíma, þannig að ef þetta væri allt saman virt á markaðsvirði í dag þá væri það nokkuð hærra heldur en 400 milljarðar. En það er ekkert slíkt endurmat í gangi heldur. Þetta bara kemur inn á því verði sem það er keypt á og þar er það og þar verður það náttúrulega partur af eigin fé sjávarútvegsfyrirtækjanna og hérna er skráð sem sagt þannig sem eigi fér en ekki það sem maður fengu hugsanlega upphaflega úthlutað en hefur ekki farið í gegnum þennan prósess og sem að þarf að taka tillit til ef að menn er að gera einhverjar svona æfingar þar sem að þetta er náttúrulega partur af raunveruleika fyrirtækjana að þau hafa yfir þessum aflahlutdeildum sem er ekkert endilega á þeirra efnahagsreikningi. Og í raun og veru skiptir þá sem útgerða fyrirtæki rekstri, það skiptir það engu máli hvort að aflaheimildin er skráð eða ekki skráð. Það kannski bara kostur hún er ekki skráð. Herri, ég segi þetta gott hérna, við erum búin að tala mikið tæknilega atriði og við vonum bara að fólk hafi geta fylgt okkur. Þakka þér, Ásgeir, kærlega. Og ykkur fyrir að hlusta, Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.